Ok, við ætlum að leysa hérna uppiskildisverkefni og við ætlum að finna lausnina sem veldaröð. Fyrst ætlum við að finna bara fyrstu 4 liðina, þá er frjálst val, ég ætla að sýna ykkur báðar aðferðir. Og í öðru lið, einhver ástæðum hétt óvart þessi báðar liðir A, en í öðrum lið þá ætlum við að finna rakningaformúlu fyrir lausninu. Við getum sem sagt fundið rakningaformúlu og reikna svo út fyrstu 4 liðina, en það er svo ágætt að reikna út fyrstu 4 liðina og bera sér svo saman, þá veit maður að meir líkur á maður hefur reiknað rétt. Nú við byrjum á að skrifa upp að veldaralausnin það er auðvitað einhver summa frá 0 upp í óendanlegt af an sem x í enda. Og ef þetta er veldaraframsetning þá vitum við að þetta er Taylor-röðin. Þannig að þá vitum við að þetta er upsilon n sem diffraði 0 deilt með n hrópmet sem x í enda. Við pröfum að skrifa til að nokkra fyrstu liðina eða nákvæmlega fyrstu 4 liðina sem er það sem við ætlum að finna í a-lið. Nú af hverju er hægt að skrifa þetta sem veldaraframsetningu? Það er vegna þess að föllin hérna stuðlanir, hérna er 1 stuðlinn og þetta fall, að þetta er allt fáuð föll. Fáuð föll þýðir að það er hægt að skrifa þau sem veldaröð. Ok, við byrjum á að sjá að, upsilon 0 er gefin, fyrsti liðurinn er gefin, þurfum bara að finna 3. Og við gerum það með að segja, láta x vera 0 í diffurjöfnunni minni. Þá er diffurjöfna mín 1 sem upsilon diffraði 0 pluss upsilon í 0 er eftir 0 deilt með 1, sem sagt 0. Og þá get ég einungar að upsilon diffraði 0 út úr þessari jöfnu og fengi það er mínus upsilon á 0, sem sagt mínus 1. Og voilà, annar liðurinn er komin. Okay, þá þurfum við að finna ráð til að finna næsta lið og það er einfalt ráð. Við segjum að taka diffurjöfnuna mína eins og hún stendur og ætla að diffra alla liðið með tilliti til x. Þá fæ ég svo mikið sem þetta falla x diffra sem þessi ódiffraður pluss fyrra fallið ódiffrað sem seinna diffrað pluss upsilon diffrað pluss hérna x deilt með 1 pluss x diffrað og þegar við erum búin að diffra það að taka saman liðið þá verður það svo mikið sem 1 á móti 1 pluss x í öðru. Ok, svo læti ég x vera 0 í þessari jöfnu hérna. Og þá fæ ég 2 sem 0, þurfum ekki að skrifa það. Þessi verður 1 sem upsilon tvídiffrað í 0 pluss upsilon diffrað í 0 er eftir 1 á móti 1 pluss 0, sem sagt 1. Þannig að við einangra upsilon tvídiffrað í 0 í þessari jöfnu, þá fæ ég 1 mínus upsilon diffrað í 0 og upsilon diffrað 0 var mínus 1, en þetta verða 2. Og svo endurtökum við þetta eins oft og við þurfum. Við séum að við erum komið 2. Það er sem sagt hérna liðurinn sem er upp á striki hérna og vantar 3 sem diffrað 0. Þannig að við diffrum aftur. Fáum hérna 2x sem upsilon diffrað verður 2 upsilon diffrað pluss 2x upsilon tvídiffrað. Og svo margfeldi hérna 1 pluss x í öðru sinnum upsilon tvídiffrað, þá fá ég 2x upsilon tvídiffrað pluss 1 pluss x í öðru upsilon þrídiffrað. Og svo er það þessi liður, það verður upsilon tvídiffrað. Og svo er það hægri hliðin, það verður mínus 2 sinnum 1 pluss x í þriðja. Sér svona. Látum við x vera 0 í þessari jöfnu. Þá fáum við svo mikið sem 2 sinnum upsilon diffrað í 0 pluss 2 sinnum 0 sinnum eitthvað pluss 2 sinnum 0 sinnum eitthvað pluss 1 pluss 0 sinnum upsilon 3 sinnum diffrað í 0 pluss upsilon 2 sinnum diffrað í 0 er eftir á mínus 2 deilt með 1 pluss 0 í þriðja, það eru mínus 2. Og svo einangar upsilon 3 sinnum diffrað í 0 í þessari jöfnu, ég fæ mínus 2 mínus 2 sinnum upsilon diffrað mínus upsilon tvídiffrað, sagt mínus 2 mínus 2 sinnum upsilon diffrað var hérna fyrir ofan, upsilon diffrað í 0 var mínus 1 og upsilon tvídiffrað var 2. Þannig út úr þessu kemur svo mikið sem 2 í mínus. Þannig að við tökum þetta saman, fáum upsilon af x er eftir 1 mínus 1 sinni x
plus 2 á móti 2 sinnum x í öðru, mínus 2 á móti 6 sinnum x í þriðja og svo framvegis. Við þurftum bara fyrstu fjórliðina. Þannig að einföldum þetta 1 mínus x plus x í öðru mínus 1 þriðja x í þriðju. Ok, að því við erum að segja að fall er jafnt og það er mikilvægt að hérna segja plus punktur punktur eða plus vill af stærra grána x í fjórða. Þá er komið að b-liðnum. Og b-liðnum þá ætlum við að finna rakningaformúlur. Við skulum skrifa þetta upp hérna. Ok, við ætlum svolítið að láta þetta hérna vera lausnin okkar uppslón og ætlum að setja þetta inn í diffrifinu. Til að gera það þarf ég að setja inn uppslón diffrað. Þannig ég vil diffra þetta og það ég summan af an sinnum n sinnum x í veldinu n mínus 1. Og hérna get ég látið summun að byrja í 0 og fara bjóðandilegt, en þá er ég með hérna a0 sinnum 0 sinnum x í mínus fyrsta, þess að 0 sinnum eitthvað sem verður sannlega 0. Og það kemur náttúrulega úr því að það passa við þetta vegna þess að hérna stendur a0 plus a1 sinnum x í fyrsta plus a2 sinnum x í öðru og svo framvegis. Þannig að ég myndi diffra þetta, myndi a0 liður náttúrulega vera 0 og fyrsti liður myndi vera a1 og svo myndi ég fá 2 sinnum a2 sinnum x og svo framvegis. En við látum bara í staðinn summun okkar byrja hérna í einum. Þá fæ ég a1 sinnum x í 0. Þessi hérna diffraður. Og svo framvegis passar þetta alls saman. Svo ætla ég að reikna út hvernig 1 plus x í öðru sinnum uppslón diffrað er. Þá er það bara 1 sinnum uppslón diffrað, summan frá einum og upp í óendilegt af an sinnum n sinnum x í n mínus fyrsta. Plus x í öðru sinnum summan. Summan sem byrjar í einum og fyrir óendilegt af an sinnum n sinnum x í veldinu n mínus 1 plus 2. N plus 2. Nú, það gefi í dæminu hvernig veldaröðin fyrir 1 á móti 1 plus x er. Og svo erum við x sem við margfaldum við það. Þannig að ok, n fer frá 0 upp í óendilegt af mínus x í enda. Nú, áður við margfaldum hérna x inni, þá er mikilvægt að taka mínus 1 í enda sér. Og þá erum við x í enda sinnum x, sem sagt x í veldinu n plus 1. Ok, nú erum við komið með alla þættina sem við þurfum til að setja inn í þessa hérna diffrjöfnu. Svo stillum við að stuðlana þarna þessi réttir. Þannig að ég fæ diffrjöfnan er þessi hérna liður, summan n fer frá einum upp í óendilegt af an sinnum n sinnum x í n mínus fyrsta plus summan sem byrjar í einum og fer upp í óendilegt af an sinnum n sinnum x í n plus fyrsta plus uppslón ódifrað, það sé hérna summan sem byrjar í 0 og fer upp í óendilegt af an sinnum x í enda á að vera jafnt og summan sem byrjar í 0 og fer upp í óendilegt af mínus 1 í enda sinnum x í n plus fyrsta. Nú byrjum við að stilla að veldin séu alltaf þau sömu og það er þægilegt að hafa alltaf bara x í veldinu n. Og hérna þarf að vera x í veldinu n, hér þarf að vera x í veldinu n og hér þarf að vera x í veldinu n og hérna er þetta þegar komið. Ok, þannig ég segi, nú vil ég að veldið mitt sé n, ég vil semst hafa einum læra í byrjun, þannig að n fer í 0, fer frá 0 og upp í óendilegt og ég er með a n mínus 1, n plus 1 meina ég. Sinnum n plus 1, sinnum x í enda. Við sjáum hérna fyrsti liðin í þessari sumu myndi vera a1 sinnum 1 sinnum x í 0. Sjáum hvernig það kemur út hjá okkur. Ef það er 0 hérna þá erum við a1 sinnum 1 sinnum x í 0. Það er það sama. Ok, næsta suma, þá er ég með n plus 1, þannig að í staðinn þá ætla ég að hafa, þið getið hugsað eitthvað þetta sem breytiskipti k er jöfn og n plus 1, ef ykkur finnst það betra. Þá er hérna n jöfn og k mínus 1, nýja breyta minn er einum minni. Það byrja einum fyrr, sagt. Þannig að þá er n hérna, byrja þá í 2 og ég er með a n mínus 1 sinnum n mínus 1 sinnum x í veldinu n og sjáum nú hvort þetta passi. Hérna fyrsti liðin hérna myndi vera a1 sinnum 1 sinnum x í öðru, fyrsti liðin hér myndi vera a1 sinnum 1 sinnum x í öðru líka. Ok, þannig að það passar. Svo kemur þessi gaur sem er bara fínn eins og hann er. Og
og svo erum við með n plus fyrsta veldi hér og við breytum þessu eins og með hina. N byrja þá í staðinn í 1. Og mínus 1 í veldinu n mínus 1 sinnum x í enda. Þá fæ ég hérna þegar n 1, mínus 1 í 0 sinnum x í fyrsta. Alveg saman þá hérna. Nú byrja summuna mínar ekki allar að telja á sama stað, byrja allar að telja og 0 og upp í 1 og 2. Við skulum breyta þessu þannig að þær byrja allar að telja í 2. Þannig að ég tek hérna fyrstu 2 liðin út úr þessari summu, þá set ég n eftir 0 hérna og fæ ég a1 sinnum x í 0 pluss a2 sinnum x í fyrsta, sér að það er n 1. Og í þessari summu tek ég fyrstu 2 liðina, þá fæ ég a0 sinnum x í 0 þegar n er 0 og þegar n er 1 þá fæ ég a1 sinnum x í fyrsta. Og svo ger ég það sama hérna, þegar n er 1, þá fæ ég mínus 1 í 0, það er 1, sinnum x í fyrsta. Ok, þannig að ég fæ a1 pluss 2a2 sinnum x pluss a0 pluss a1 sinnum x pluss summan sem byrjar í 2 og fer bjóðandalegt af an plus 1 sinnum n plus 1 pluss an minus 1 sinnum n minus 1 pluss an sinnum x í enda. Þá er komið þennan og þennan. Er jafnt og x pluss summan sem byrjar í 2 og fer bjóðandalegt af minus 1 í n minus fyrsta sinnum x í enda. Sér svona. Ok, svo þurfum við að bera saman stuðla hægra megin og vinstra megin í jöfnunni. Og fastanir hérna báða megin þurfa að vera 1. Það mátti að vera a1. Þannig að þessi fasti pluss þessi fasti er jafnt og fastin hérna megin sem er 0. Þannig að með a0 pluss a1 er 0. Það var gefið í upphafi að uppslán af 0 væri 1. Þannig að þá vitum við að fyrsti liðurinn okkar, a0, er 1. Ok, ef þetta var ekki gefið og við erum að finna almenna lausnina, þá er a0 bara almennt a0 og við myndum gefa alltaf stuðlana hina í samræmi við þá. Við höldum bara fram. Hérna fáum við a1 er þá mínus a0 sem er a1 mínus 1. Ok, svo eru jafnmörg x báðum megin, þannig að þessi hérna ætti að vera 1. 2a2 pluss a1 ætti að vera jafnt á 1. Þannig að fáum að a2 er 1 mínus a1 deilt með 2 og a1 voru búin að reikna út þannig að þetta verður 2 deilt með, þetta verður 1 mínus 1 deilt með 2, þetta verður bara 1. Og kannski við höldum öllum til haga hérna. A0 var 1, það var gefin í byrjun. A1 er mínus 1, A2 er 1. Þá er það restin af stöðlunum, allir hinnir. Og sjáum við að þessi hérna stuðull, þetta er summa sem byrjar í 2 og er hérna stuðull sem x í enda. Þessi byrjar í 2 stuðull sem x í enda. Þetta hlýtur að vera sömu stuðlunir, ef það var að passa. Þannig að a n plus 1 sinnum n plus 1. Pluss an minus 1 sinnum n minus 1 pluss an þá verður ég aftur á minus 1 í n minus fyrsta. Svona. Svo einangrum við an plus 1 í þessari jöfnu, þannig að það er hæsta a-ið, ef við segja þannig, hæsti hérna teljaran á a-inu. Fáum minus 1 í n minus fyrsta, minus an, minus n minus 1 sinnum an minus 1 deilt með n plus 1. Og sjá það skiptir engu máli hvort hérna standi mínus 1 í veldinu n mínus 1 eða n plus 1. Það er alveg það sama. Þessi formúla hérna gildir fyrir öll sem er n sem er stærra eftir 2. Svarið er hérna komið með þessum hérna upplýsingum.
Ok, nú vorum við búin að reikna út fyrstu 4 liðina, en við getum borið saman hvort þetta sé eins og við getum borið saman fyrstu 3 liðina bara beint, en við þurfum að reikna út 4. liðin. Þegar n er sem sagt 2, þá fæ ég A3 og það gefur mér þá -1 í veldinu 1 mínus A2 mínus 2 sinnum 1, nei 2 mínus 1 sem er 1 sinnum A1 deilt með 3. Og nú skulum við reikna, þetta verður -1, A2 var 1 mínus 1 og A1 var -1, þannig að +1 deilt með 3. Við fáum svo mikið sem -1/3. Við byrjum þetta nú saman, 1, -1, 1 og -1/3 við stuðlana sem við erum búin að finna, 1, -1, 1 og -1/3. En það bjútið við þessa jöfnu hérna að við getum haldið áfram og fundið A4, A5 og A6 og 7 svo framvegis eins marga stuðla og við viljum. Og mun að taka hérna fyrir hvaða n röðin ykkar gildir og ljómandi gott að stemma af við fyrir útreikninga.